Smámunasafn Sverris Hermannssonar fagnar 12 ára afmæli þessar myndir. Getið þið sagt mér kannski svona hvað hefur gerst á þessum 12 árum? Það er náttúrulega bara ýmislegt búið að gerast. Sýningin sem var sett upp alveg upp reyndar óbreytt, en við höfum reynt að hafa hver einasta ári einhverja smásýningar og við erum til dæmis búin að vera að laga til aðeins, fundið fullt af dýrgripum, þannig að við erum komið með sýningar bara næstu árin hérna. Það náttúrulega verið svolítið mannabreytingar en annars náttúrulega hefur gestafjöldin aukist mikið og það er mjög margir erlendi ferðamenn sem koma inn til okkar þó við séum svona langt fram í sveit. Þannig að það er svona held ég aðalatriðin. Eru Íslendingar og kannski svona nærsveitungar ykkar duglegir að koma hingað í heimsókn, finnst ykkur? Íslendingar eru náttúrulega mjög duglegir að koma, þeir eru náttúrulega í meirihluta, en útlendingar eru að sækja í sig veðrið, það koma alltaf fleiri og fleiri. Og þetta er opið allt árið, eða hvað? Nei, við erum opið frá miðjum maí og frá miðjan september, alla daga á milli 11 og 5 og svo reyndar á veturnar ef það eru stórir hópar, þá má hringja og heyri í okkur með það að koma. Það eru alltaf hægt að koma hingað og skoða þetta smámunasafn hans Sverris, en svo einmitt eins og segir hafið þið verið að taka aðrar sýningar og þið eru með fleira en bara það er eitthvað kaffi og annað, getið þið sagt mér frá því? Já, við erum með svona kaffihús hérna frammi, við erum með indælis sveitavöflur með ektarjóma og heimalögum sultum. Svo ákvaðum við að breyta upp á þeirri nýbreytni í sumar að hafa hannyrðakaffi á 50 eftir hádegi og það er nú búið að vera núna í 3 gang. Og það eykst jafnt og þétt, það kom engi fyrst og 2 næst og 4 þá næst og svo erum við að heyra fleirum og fleiri sem að hafa frétt af þessu meiri segja fólk úr bænum. Þannig að það hefur bara verið voða notalegt. Og svo eru það markaðir. Já, það var markaður hérna síðustu helgi og verður aftur næstu helgi. Þetta eru til dæmis kvenfélag hérna í sveitinu og nokkur einstaklingar sem eru að selja alls konar muni. Mjög skemmtilega muni, marga hverja. Mér langar að spyrja ykkur, hérna, nú hef ég komið hingað nokkrum sinnum og það er alveg sama, held ég, hversu oft maður kemur, maður finnur alltaf eitthvað nýtt sem manni finnst maður aldrei hafa séð áður. Eru þið enn að lenda í þessu? Já, mér telst til að þetta sé 9. sumarið mitt hérna og ég get ennþá sé nýja hlutir í labbaðið inn í salinn og hvað þá að fara í hliðarsalina og allt jafn merkilegt finnst mér. Sérstaklega þegar maður tekur sér nú til og þurrkar af á Smámunasafninu, það er eitt af ævintýrunum hérna, það er að fá að þurrka af og þá finnur maður alltaf eitthvað skemmtilegt. Þið ætlið að halda upp á 12 ára afmælið, hvernig verður það gert? Við ætlum að halda upp á 12 ára afmælið næstu helgi og það verður náttúrulega þessi markaður í bílskúrnum og síðan ætlum við að hafa hérna lifandi tónlist hluti á degi, bæði á laugardeginum og sunnudeginum, fáum hérna Þuríði og Reyni Sjött og ætla að spila hérna gömul og góð íslensk lög. Og svo ætlum við að vera með svona ekstra góða leiðsögn safnið. Við ákvaðum að hafa hérna breytt upp á þau nýbreytni í sumar að bjóða fólk upp á leiðsögn safnið og það er alveg farið að skila sér. Fólk dvelur lengur og aðrir frétta af því og koma og hérna þá getur maður svona veitt meiri innsýn inn í safnið því að þetta er náttúrulega bara, okkur finnst þetta að vera algjör gullnáma sem við erum með. Þegar þið er með svona leiðsögn þá farið þið væntanlega ekki ítarlega í hvern einasta hlut hérna á safninu, það myndi taka mörg ár. Hvernig svona handveljið þið það sem þið farið í með þessum ferðamönnum? Það er nú svolítið misjafnt. Það fer svolítið eftir hverjir eru að koma, hvort það eru börn eða hvort það eru bara fullorðnir og við reynum að stikla svona á stóru, taka fram hluti sem okkur finnast svolítið merkilegir. Til dæmis eins og þessa með kommóðuna og við eigum nokkra sérstakar hluti sem ég verði að játa er í uppáhaldi og svo að reyna bara að fá fólk til þess að sjá kannski, mér finnst að við verum með fullt af listaverkum. Þegar búið er að ganga svona frá hlutunum eins og Sverrir gerði, þá verða þetta svona listaverk sem maður getur svo farið inn í og skoða nánar því að þau eru búin til úr ótal litlum hlutum og við erum kannski svona að reyna að fá fólk til þess að sjá hlutina með þeim augum. Nýjasta viðbótin hérna hjá okkur er sýning í tilefni 100 ára afmælis kosningaréttar kvenna. Hvernig kviknaði hugmyndin að henni? Við erum náttúrulega búin að vera að spá og speglur í allt vor hvernig við getum haldið upp á þetta og hérna
döttu niður þá snilldarhugmynd að draga fram konurnar á smámunasafninu. Því hér náttúrulega fullt af hluti sem tengjast konum einn eða annan hátt og þá erum við ekki að telja heimilistækin með. Var það alveg meðvituð ákvörðun að gera það ekki? Já, í rauninni. Það sýna kannski meira það sem konur hafa notað sér til ánægju og búið til, öðrum til ánægju og gleði. Og bara eitthvað sem tengist að finna söguna sem á bakvið hlutinn. Og við höfum bara komist að ýmsu mjög skemmtilegu í sambandi við það. Og það var svona fyrsta hugsunin var að taka Auði fram því að við vitum náttúrulega að baki hvers mann stendur sterk kona. Og Sverrir hefði nú sást ekki safnað þessu öllu ef hann hefði ekki haft Auði með sér. Þannig að við byrjum á að taka hana fram og ömmuna í smíðinni og svona fleiri konur. Þannig að þetta svona dreift allt safn. Ef við ekki að ganga eins sýninguna og skoða konurnar á safninu? Alveg endilega. Þessar sýningarsaumavélar hérna eru hluti af sýningunni. Þið eru nýbúin að komast að einhverju nýju þessar saumavélar. Já, það vill nú svo skemmtilega til að það eru margir gestir sem koma hérna sem koma með einhverja nýtt innlegg og vita meir safnið heldur en við. Það komi hér amerísk hjón í morgun á samt heimdætrum sínum og kona sagði mér það og hún fór að ef ég vildi fá að vita hvenær vélarnar voru búnar til, sem sagt hvaða dag og hvaða ár, þá skildi ég setja seríunúmerið á minn og inn á Singirvefinn og Google og þá sagði ég hvenær voru búnar til. Svo ég rauk náttúrulega beint í það og komst að því að þessi vél hér, hún framleidd í 4. apríl 1941 og þessi vél hér, hún framleidd 1873. En þessi hérna vél lítur í raun út fyrir að vera nýrri heldur en þessi? Já, það geti bara einfaldlega verið vegna þess að þessi hafi verið meira notuð. Því að þegar að vélarnar komum fyrst til Íslands í kringum 1860 að þá var til ný stétt kvenna og það voru konur sem að saumuðu heima til og gátu verið með börn og bú heima við og aflað teknað fyrir heimili með saumaskap og þessi hefur kannski bara notið þess að vera lítið notuð og lítið betur út. Hverjar eru konurnar á safninu? Það kannski fyrst og fremst Auður, konuna Sverris og svo ammans sem verndari safnsins. Maríanna Friðfinnsdóttir, hún bjó í Ráðhússtíg 2 sem var í innbænum, hann ekki lengur til, en þar átti Sverrir alltaf öruggt athvarf í æsku. Og hann gerir hann að verndara safnsins. Hvað þýðir það eiginlega? Það þýðir ábyggilega það að hún bara með í safninu og passar upp á það. Og svo það konan hans, það hérna mynd eftir hana. Já, Auður flosaði þessa mynd og hún hékk upp í stofunni hjá þeim og okkur fannst alveg ástæði til þess að draga Auður svolítið fram og það hérna smá umfjöllun hana. Einn af mununum og ein af konunum á safninu tengist þessum hérna tappa. Hvað geturðu sagt mér frá honum? Þetta bottappi úr strokki og mér leik svolítið forvitin að vita þegar ég sá nöfnin sem standa á þessu amma Sigríðar Sigurðardóttir gestsótara. Þessi gestsótari var sem sagt ömmubróðir minn og þessi Sigríður Sigurðardóttir langamma mín sem ég heit eftir, Sigríður Rósa. Þannig að ég fór nú að grafast fyrir söguna og þá fann ég það út að eigandi þessa tappa var María Sæmundsdóttir sem bjó á Botni í Fjörðum og telst að vera langamma mín. Og við fengum hérna svolítið af hennar sögu sem bara mjög fróðleg og sýnir bara fram á hvað íslenska konur eru sterkar og úrræðagóðar og hafa í rauninni þurft að þola í gegnum árin og sem bara mjög gott að draga þetta fram á þessu 100 ára kosningaréttar afmæli kvenna.